strákarnir þannig að við Góðan og blessaðan hvíldardaginn, góðan dag og verið velkomin í loftsalinn í dag. Bæði þið sem eru hér og þeir sem eru heima kannski að horfa og við erum svona, þetta er svona sérstakur hvíldardagur sem við erum að fagna uppskerunni og svona hálfgerð töðugjöld hjá okkur. En nú skulum við bjóða börnin velkomin að koma með körfurnar sínar og það sem í þeim er. Þetta er svo spennandi hjá þeim.
takk fyrir þetta. En við skulum bara hefja stundina með því að syngja sálminn númer 10. Þetta er svo fallegt. En við skulum finna okkur annan sálm, hann er númer 64. Já, þetta. Thank
yndislegt að heyra hvað vel tekið undir. En ritningatextin er úr Davíðssálminn 103, 1-5 og við skulum rísa á fætur og meðan. Svo mun Erik fara með bæn á eftir. Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur alla misgjörðir þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt frá gröfinni, krýnir þig náð og miskunn, hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem örninn. Við skulum biðja. Já, himneski Faðir, við komum fram fyrir augliti þitt. Hér í dag, í þakklæti, við erum komið hér sérstaklega til þess að þakka. Eins konar að þakka gjörðarhátíð hjá okkur í dag. Lofa þig fyrir blessanir þína sem við njótum á svo ríkulegan hátt og svo margvíslega. Já, Drottinn, við lofa þig og þökkum. Þökkum þig fyrir lífið sem þú gefur okkur og þökkum umfram allt fyrir Jesúm Krist sem þú gafst okkur, son þinn í dauða okkar vegna, þannig að við mættum lifa, þannig að við mættum fá fyrirgefningu og þannig að við mættum ganga fram í von það að þú komir brátt aftur til þessara jarðar. Við sjáum þess merki, aldrei meir höfum við sannfæst meir það að það eina lausn mannkynsins að þú komir og þú komir aftur í skýjum himins til þess að frelsa okkur, gefur okkur nýtt líf, nýjan heim, nýja veröld. Við lofum þig fyrir það undursamlegu von. Við leggjum í þína hönd sérstaklega þá sem þurfa á þér að halda í dag, að þá sem eru sjúkir, sorgmæddir og glíma við kvíða og erfiðleika. Drottinn, við hrópum til þín vegna þeirra sem eru í löndum sem glíma við styrjaldar ástand. Það svo, við skiljum það ekki, hvernig heimurinn orðinn. En við leggjum það fólk í þína hönd og getum ekki annað en beðið þinn heilaga anda að koma þar að og hugga og styrkja og vernda og varðveita. Drottinn, við leggjum stundina þína hönd, lofum þig og þökkum og biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Og þá syngjum við sálminn númer 316. Amen.
er komið að því við tökum gjafir. Svo er líka hægt að leggja inn á reikning, þeir sem vilja. Já, kærleysríki Faðir, þakka fyrir að við höfum nóg til alls og þakka fyrir allar gjafir þínar sem eru svo óumræðilega miklar. Við byggjum að blessa gjafirna sem koma inn og margvalda þær og gefa þær koma góðu nótum í þitt málefni. Við felum allt í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að syngja barnasálm, nr. 6a, en svo auglýsi ég eftir einhver sem er tilbúin að vera með barnasögu. Kitti, ok. Þá getið bara komið krakkar, sest hérna með við erum að syngja. Sest á fremstu stólana með við syngjum. Amen.
Gleðilegan hvíldadag Sömuel og velkomin Feliz aftur. sábado a todos. Þetta svo fallegur sálmur, allt sem fagurt finnst og hreint. Es un himno muy bello. Todo lo que es bello en este mundo se llama. Og gjörði, og himnum og jörði gerði Guð. Todo lo que Dios hizo en el cielo y en la tierra. Og tókuð eftir það í sálminum, þá stóð líka ávextina, öll jarðaból. Ja, má ég vera með eina tilkynningu? Yeah. If anyone is here speaking English, please can you go at the back and get the translation system because there is a translation in English at the back. Já, það verið að þýða yfir á ensku aftast. Los que necesitan en inglés, hay traducción allá para ellos. Og í dag, þá við með svona svokallega uppskeruhátíð. Hoy tenemos un festejo de la cosecha. Og þetta líka hátíð sem að Guð kendi Ísraelsmönnum að halda. Y es una fiesta que Dios le enseñó a los israelitas a tener. Og á haustin á Íslandi þá tökum við upp alls konar grænmeti og ávexti, það ekki? En Islandia tenemos una cosecha de mucha verdura y alguna fruta. Hver með jarðaber í garðinum hjá sér? ¿Tienen algunos fresas en su jardín? Það Bogga og Jón með jarðaber, það reyndari, það einhverjum með jarðaber. Bogga y Jón tienen fresas en su casa, en su jardín. En hvenær sækið þið bananana? Hvenær þeir tilbúnir? ¿Y a dónde vamos a recoger los plátanos en el jardín en Islandia? Það maður að fara inn í gróðuhús. No, tenemos que entrar al invernadero para esto. En við heppin, við samt með fullt af grænmeti og ávöxtum líka, agúrkur og tómatar sem við fáum hérna á Íslandi. Pero tenemos también tomates y pepinos y verduras. En við kannski sem búum í bænum svolítið, tökum ekki eftir því þegar uppskera. Pero los que viven en la ciudad no se dan cuenta cuando está la cosecha. En ég veit að í sveitinni, og það sem að mamma mín kemur og margir kannski kom úr sveitinni, þá fór ekkert á milli mála þegar það var uppskera. Pero muchos que viven en el campo, ellos sí se dan cuenta cuando está la cosecha. Þá kom allt, hvort það var hey eða hvort það var einhverju gulrætur eða kartöflur eða hvað það var sem var verið að rækta. Estaban cultivando paja para los animales, también papas, zanahorias. Og það var mikil vinna, mikið að gera. Y había mucho trabajo de hacer la cosecha. En það kemur líka uppskera. Y cuando uno trabaja la tierra, það grænmeti og ávextir sem maður getur borðað. Puede uno cosechar verduras y fruta que uno puede comer. Korn í vissum stöðum. También grano en ciertos lugares. Og vonandi á maður nóg alveg þangað til næst kemur uppskera. Y ojalá que uno tenga suficiente para la próxima cosecha. En Kristur, eða ekki Guð, kendi Ísraelsmönnum að halda alls konar mismunandi hátíðir. Dios le enseñó a los israelitas a tener varias fiestas diferentes. Og þið þekkið páskana og uppstigningadag og fleiri daga, það hátíðir bak við alla þessa daga. Y ustedes conocen, por ejemplo, Pascua. En þetta var eina af hátíðunum sem hefur ekki ræst ennþá. Pero una de esas fiestas significa algo que todavía no ha sucedido. Og ég ætla nú ekki að segja mikið meira það, því kannski bara farin að tala það sem Erik ætlar að tala með fullorðna fólki eftir. No voy a decir más porque a lo mejor Erik va a decirles un poco más de esto al rato. En vitið hvað þetta átt að minna okkur á? ¿Saben qué es lo que todo esto debe acordarnos? Við vorum að syngja Guð skapaði allan heiminn. Estuvimos cantando Dios creó todo el mundo. En Guð vildi minna okkur á. Pero Dios nos quiso acordar. Að minnsta kosti einu svona ári og helst á hverjum degi. Por lo menos una vez al año y preferiblemente cada día. Að Kristur ætla að koma aftur. Que Cristo va a venir de regreso. Og fara með okkur til himna. Y nos va a llevar al cielo. Þegar áður en að Jesús dó á krossinum. Porque antes de que murió Jesús en la cruz. Og reis upp og reis aftur upp, þá sagði við vin sinn að hafa ekki áhyggjur. Y resucitó, le dijo a sus amigos que no se preocuparan. Já, við vinni sína. Hann segi, ég mun fara til himna. Yo voy al cielo, dijo. Og á himnum á ég mörg stór hús og ég mun byggja hús handa ykkur. Y allá en el cielo tengo muchas moradas y yo voy a construir
una habitación para ustedes. Og síðan mun ég koma aftur Y voy a regresar og fara með ykkur til y himnaríkis. llevar a ustedes conmigo al cielo, Til að búa þar með mér að eilífu. para que ustedes vivan ahí conmigo para siempre. Og þegar Jesús kemur aftur, þá munum við heyra háan lúður hljóm. Cuando Cristo regresa vamos a oír las trompetas Og við munum hitta hann í skíunum. y lo vamos a ver en las nubes. Heldur að það verði ekki svolítið stórkostlegt, krakkar? ¿No creen que va a ver muy bonito eso? Og himinin, hann fallegri en allt nokkur annar staður sem þið hefur séð. Y el cielo es más bonito de que ustedes pueden imaginar. Hugsaðu fallegasta staðinn sem þið hefur séð Imagínense el lugar más bello que han visto jamás. og reyna að markvalda með 1000. Þið eru kannski ekki búin að læra að markvalda, þetta er ekki Y nógu gott. traten de multiplicarlo por Já, 1000 Sölvi er búin að læra að markvalda. Og bara hugsið eitthvað sem er svo miklu fallegra. y piensen que es algo muchísimo más bonito, de lo más bonito que han conocido. Á himninum þá er allt nýtt. En el cielo todo es nuevo Og það eru allir hamingjusamir. y ahí todos están felices. Engin grætur og engin meiðir sig. Nadie llora ahí y nadie se lastima. Og það besta við himnaríki Y lo mejor del cielo es er að þar er heimili Jesú el hogar de Jesús mismo. og þar munum við fá að búa með honum að eilífu. Y vamos a poder vivir con Él para toda eternidad. Þannig að við þurfum að muna Vamos a acordarnos að Jesús vill að við búum með honum que Jesús quiere que vivamos con Él á himnum, en el cielo, á yndislega heimilinu hans. en su hogar tan bonito y bello. Eigum við aðeins að biðja saman, krakkar. Vamos a orar juntos. Kæri himneski faðir, Querido Padre que estás en el cielo, takk fyrir það að þú vilt taka okkur með til himna. gracias porque tú nos quieres llevar al cielo. Takk fyrir það að þú fyrirgefur okkur og þú passar upp á okkur. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados y tú nos cuidas. Kæri himneski faðir, ég bið þig að blessa þessi börn hér, Te pido, querido Señor, que cuides a estos niños que están aquí, að þau megi ganga á þínum vegi. que ellos caminen en tu camino. Og kæri faðir, ég bið ekki bara fyrir litlu börnunum, heldur líka fyrir stóru börnunum, okkur hinum. También quiero pedir por todos los adultos, Að við megum ganga á þínum vegi que caminemos en tu camino og öll sjást saman í himnaríki. y que estar todos juntos en el cielo. Kom þú fljótt Ven, Señor, pronto að sækja okkur. a traernos. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Takk, krakkar. Gracias, niños. Góðan dag, kæru vinnir. Buenos días, queridos amigos. Það undursamlegt að fá að vera með ykkur hér í dag. Við sjáumst alltaf sjaldan. Es maravilloso poder estar aquí con ustedes. Pocas veces que nos vemos. Áður en ég byrja á því efni sem ég langar til þess að deila með ykkur, Antes de que empiece yo con el material que yo quiero compartir con ustedes, þá ætla ég að vera með smá minningarathöfn. quiero hacer un recuerdo. Ég sjá þessi blóm hérna. Como pueden ver, aquí hay flores. Þau eru hérna í alveg sérstökum tilgangi. Y yo tengo esas flores con un propósito muy Af því especial. að í gær hefði viss leiðtogi innan safnaðarins orðið 100 ára gamall. Un líder de esta iglesia hubiera cumplido 100 años ayer. Sem Jón Hjörleifur Jónsson. Se llama Jón Hjörleifur Jónsson. Mörg ykkar þekkt hann. Se llamaba. Muchos de ustedes lo conocían, En líka mörg ykkar veit ekki hver hann var. pero también muchos de ustedes no lo conocían. En hann var alveg sérstakur einstaklingur og gerði margt gott fyrir kirkjuna hér og okkur fannst alveg tilvalið að minnast hans. Era un individuo muy especial, hizo muchas cosas buenas para la iglesia y nos pareció muy bueno acordarnos de él. Eða okkur bárust þessi blóm til safnaðarstjórnarinnar í Reykjavík. Recibimos estas flores en la iglesia de Reykjavik. Að viss einstaklingur kom og færði okkur þessi blóm í minningu Jóns.
un individuo nos lo trajo para la memoria de Jón Hjörleifur. Og mér fannst alveg sjálfsagt að við myndum koma hingað og minnast þessara hluta. Y yo pensé que era muy buena idea venir aquí también para acordarnos. Ef þið skoðið sálmabókina, íslensku sálmabókina, Si abren el himnario islandés, þá koma fyrir nokkuð oft nafnið Jón Hjörleifur Jónsson. pueden ver el nombre de este señor, Jón Hjörleifur Jónsson, muchas Hann hefur veces. þýtt megnið af þeim þýddu sálmum sem eru í bókinni þar. Él ha traducido muchísimos himnos que están ahí. Og skildi eftir sig þessa arfleið, svo við þökkum honum fyrir það. Y le damos gracias por esto. Og minnumst líka konans Sólveigar Jónsson. Y también queremos acordarnos de su esposa, Solveig Jónsson. Það var þetta sem ég ætlaði að segja. Eso es lo que quería decir. Já, við erum að halda uppskeruhátíð Ahora estamos celebrando la cosecha, sem er þakkarhátíð. que es un festejo de gracias. Og það er svo gott fyrir okkur að vera saman svona hluti að þakka. Es bueno juntarnos para agradecer. En ég ætla að segja smá sögu fyrst. Quiero decirles una historia antes. Á viðhafnar kvöldverðarboði En una cierta cena muy formal á áhrifamanna innan viðskiptageirans, entre hombres de negocios, þá var presti falið að koma með borðbæn. le pidieron a un pastor orar por la comida. En veislustjórinn, hann glemdi borðbæninni. Pero el que estaba dirigiendo el festejo se le olvidó la oración. Og fólk bara byrjaði að borða og hann rankaði ekki við sig fyrir en maturinn var næstu í búinn, veislan var næstu í búinn. Y la gente empezó a comer y él no se dio cuenta hasta que ya se estaba acabando la comida. Og hann skammaði sín fyrir þetta og svona en sagði svo við prestin, mundur samt vilja hafa borðbænina þó að við séum næstu búin að borða. Y se avergonzó, pero le pidió al pastor, ¿será que quieres orar de todos modos, aunque ya haya acabado la comida? Og óáreittur reis presturinn á fætur og sagði, Y el pastor se paró, lofa þú drottin sála mín, él dijo, bendice alma mía a Jehová og allt sem í mér hans heilaga nafn. y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Og það var borðbænin. Esa fue la oración. En einmitt það efni sem við erum að tala í dag. Es justamente este material de que vamos a platicar el día de hoy. Á frummálinu þá þýða fyrstu orð sálmsins 103 Si vamos a la lengua original, í raun blessa þú drottin sála mín. dice también en español, bendice alma mía a Jehová. Í 3000 ár hafa þessar undurfagru ljóðlínur sálmsins Por 3000 años han estas palabras tan maravillosas samt ekki almennilega, menn hafi ekki almennilega komið til botns í grunnspurningunni. La gente todavía no entiende bien esa pregunta. Hvernig getur maður blessað Guð? ¿Cómo puede el humano bendecir a Dios? Það er auðvelt að sjá hvernig Jesús gat blessað börnin. Es fácil entender cómo Jesús pudo bendecir a los niños. En hvernig gátu börnin blessað Jesú? Pero ¿cómo pudo los niños bendecir a Jesús? Það er auðvelt að sjá hvernig Guð gat blessað Davíð. Es fácil entender cómo Dios puede bendecir a David. En hvernig gat Davíð blessað Guð? Pero ¿cómo pudo David bendecir a Dios? Og Davíð hann svarar þessu í raun bara í næstu línu. Y David lo contesta en la próxima línea. Lofa eða blessa þú drottin sála mín Bendice alma mía a Jehová og gleym engum velgjörðum hans. y no olvides ninguno de sus beneficios. Við lofum, við blessum Guð Nosotros bendecimos a Dios y lo alabamos. með því að muna eftir því sem hann hefur gert fyrir okkur Si nos acordamos de lo que Él ha hecho por nosotros og þakka honum fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. y mostramos agradecimiento y le agradecemos. Ef Guð blessar fólk
með gjöfum, þá blessum við Guð með þakklæti. Cuando Dios nos bendice con regalos, nosotros lo bendecimos con agradecimiento. En þær þakkir og það lof sem við höfum fram fyrir Guð, það verður að koma frá djúpi hjartans. Pero este agradecimiento y alabanza necesita salir de muy adentro de nuestro corazón. Við heyrðum það að Davíð segir, gleym ekki neinum velgjörðum hans. No se te olvide ninguno de sus bendiciones, dice David. Og frægur prestur segir, Guð hefur gefið okkur allt og við lofum hann ekki öðruvísi en með okkar öllu. Un pastor famoso dijo, Dios nos ha dado todo y nosotros no lo vamos a alabar al menos que con todo nuestro. En þær þakkir sem við berum fram fyrir Guð þurfa líka að vera nákvæmar. Pero este agradecimiento necesita también ser muy específico. Og í þessum sálmi hér, þá leggur Davíð fram lista af hlutum. Y en este himno David viene con una lista de cosas. Hlutum sem hann þakkar Guð sérstaklega fyrir. Y él le agradece a Dios por estas cosas. Og á þessari þakkarhátíð, uppskeruhátíð hér, þá skulum við sameinast með Davíð. Y aquí en este festejo que tenemos hoy de las cosechas vamos a alabar junto con David. Og þakka Guði fyrir gjafir hans, þær gjafir sem hann gefur okkur. Y agradecer a Dios por los regalos que nos da. Umfram allt, kannski númer 1, fyrir fyrirgefninguna. Número 1, por el perdón. Og ég var með nokkra glærur hérna, ég veit ekki hvort að þær virka. Það ekki komið upp. Það kemur kannski, en það stendur einmitt í sálminum, 103, 3. vers. Si vamos al tercer versículo en el Salmo 103. Og svo næstu, hann fyrirgefur allar misgjörðir þína. Sjáu þið, þetta stendur þarna. Él perdona todos tus pecados. Og ég setti þetta á spansku líka, ég vona að þetta sé spanska. Er það ekki? Lo puse en español, es español, ¿verdad? Ég sé ekki með þetta á portugalsku eða eitthvað. Davíð þurfti á fyrirgefningu að halda alveg sérstaklega. David necesitaba el perdón más que nada. Synd hafði litað fortíð hans eins og við munum. El pecado había pintado su pasado. Og við munum eftir eða konunni sem hann gindist og hvernig hann ruddi eiginmanni hennar úr vegi þannig að hann gæti eignast hana. Hann að segja, Tómas, að lyfta þessu betur upp. Lyfta hverju? Fjárstrengunum. Til þess að það virki. Já, ok, flott, það var það komið. Él tenía ese pecado que tuvo con la señora Betseba, el David. Syndir Davíðs, hórdómur, morð. Este pecado de él de matar y también ¿cuándo se llama hórdómur? Já, fornication. Já, komið. Fornication, já. Davíð hlýtur að hafa þjáðst hvers skipti sem hann minntist þessara hluta. David ha de haber sufrido cada vez que se acordó de estas cosas. Hann gat ekkert gert til þess að bæta úr þessum málum. No pudo hacer nada para cambiarlo. Allt sem hann gert var að hrópa til Guðs fyrirgefningu. Lo único que pudo hacer es llamarle fuertemente a Dios para que le perdonara. Og þegar hann gerði það, þá var Guð reiðubúinn að fyrirgefa. Y cuando él hizo esto, Dios Svo estaba sannarlega lofar Davíð Guð fyrir fyrirgefninguna. Dios estaba más que dispuesto de perdonarlo y por eso David alaba al Señor. Við höfum öll brotið af okkur. Todos hemos pecado. Við okkur verður á öllum á einn eða annan hátt. Cada quien de nosotros hacemos errores. Þegar við tárin renna, þegar við erum að biðja hvert annað og þegar við biðjum Guð að fyrirgefa okkur. Cuando lloramos y pedimos el uno al otro perdón y también a Dios. En minnist þess hve fljótt hann birtist.
Pero acuérdense que tan pronto Él apareció, hver ástúðleg snerting hans og hver hrein sál okkar y que tan pronto nos ayuda y que tanto nos limpia el alma. þegar hann þvær burt syndina. Cuando Él limpia el pecado. Davíð segir í öðrum sálmi, David dice en otro himno, ég sagði, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú afmáðir syndasekt mína. Hvað þetta var? Sálmi 32:3. mientras callé en 32:3. 32:3. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos y mi gemir todo el día. Og Jóhannes segir í 1. Jóhannesarbréfi 1:9, Y Juan dice en 1 de Juan, ef við játum syndir okkar, hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Stöndum upp með Davíð og lofum hann fyrir fyrirgefninguna. Vamos a parar junto con David y alabar a Dios por el perdón. Ekki löngu áður en hún dó, þá sagði kona sem hét Marganita Laski, Marganita Laski, una mujer, dijo un poquito antes de que murió, hún var trúlaus kona, humanisti, no tenía ninguna fe religiosa, era humanista. hún sagði, það sem ég öfunda ykkur kristna mest fyrirgefningin. Lo que yo envidio de ustedes los cristianos es el perdón. Ég á engan sem vill eða getur fyrirgefið mér. Yo no tengo nadie quien me quiere perdonar, En þú átt einn sem vill fyrirgefa þér. pero tú tienes a alguien quien te quiere perdonar. Og þú einn sem hefur fyrirgefið þér. Y tú eres el único que tienes el perdón. Þegar þú telur upp blessanir Guðs á þessari þakkahátíð, þakka honum þá fyrir fyrirgefninguna. Cuando uno está pensando en este festejo de las primeras frutas, hay que pensar en agradecerle por el perdón. Í öðru lagi lækning. Y en segundo lugar, curación. Hann læknar öll þín mein. Y sana todas tus dolencias. Söngvaskálið í Ísrael lýsti því yfir að það væri Drottinn sem læknaði alla hans sjúkdóma. David dijo que el Señor es el que cura todas sus enfermedades. Það einfalda merking þessara orða eða hvenær sem lækning á sér stað, þá það Drottinn sem gerir það. Cuando alguien se cura, estas palabras significan que es el Señor que cura a la persona. Davíð gefur Guði heiðurinn fyrir sérhverja lækningu. David le da la honra a Dios cuando cada uno de nosotros se cura. Og blessar Drottinn með því að lofa hann. Y bendice al Señor alabándolo. Hægt að segja að sérhver lækning sé í raun guðdómleg? ¿Puede uno decir que cada curación sea divina de Dios? Auðvitað gerir læknar Guð á yfirnáttúrulegan hátt, við vitum það. Sí sabemos que Dios cura con milagros. En venjulega læknar Guð gegnum lækna, lyf og sjúkrahús. Pero normalmente Dios cura a la gente a través de los hospitales, a través de los médicos y las medicinas. Stundum læknar Guð án lækna, lyfja og sjúkrahús. A veces cura Dios sin hospitales médicos y medicinas. Og stundum læknar Guð þrátt fyrir lækna, lyf og sjúkrahús. Y a veces cura Dios aunque tenemos doctores, medicina y hospitales. En það alltaf Drottinn Guð sem læknar, gefur lækninguna. Pero siempre es el Señor Jehová que da la curación. Við höfum beðið lækningu
í bænastundunum okkar í Reykjavík söfnuði. Hemos pedido por curación en el grupo de oración que tenemos en la iglesia de Reykjavik. Beðum það að drottin leiði hendur lækna og hjúkrunarfólks. Hemos pedido que el Señor guíe las manos de los doctores. Og bænasvörin hafa komið aftur og aftur. Y hemos recibido respuestas una y otra vez, positivas respuestas. En það fyrir meir en 400 árum að franskur læknir Ambrose Paré viðurkenndi. Hace como 400 años, 400 años era. Fyrir 400 árum. 400 años este doctor, él reconoció. Hann segir, ég sem læknir bind sárin, en það Guð sem læknar. Él dijo, yo soy doctor que pone cosas sobre las heridas, gasas y cosas así, pero es Dios quien cura. Guð læknar líkamlega sjúkdóma, en svo sannarlega líka andlega sjúkdóma. Dios cura a las enfermedades físicas, pero también enfermedades psicológicas. Svo þegar þú telur upp blessanir þínar á þessari þakkarhátíð, þakkaðu þá Guði fyrir lækningu. Así que cuando tú ves que hay que agradecer algo, hay que agradecer por curación. Næst vernd. Y vamos a ver el tercer punto, que es protección. Hann stendur það, hann leysir líf þitt frá gröfinni. Aquí dice que Él rescata tu vida del sepulcro. Og hér talar Davíð dauðan og eyðinguna. Aquí está hablando David de la muerte. Og að leysa hér þýðir ekki umfram allt að endurlífga. Aquí no está hablando de revivir algo, Heldur frekar kannski að verja þig fyrir dauðan. sino protegerte de la muerte. Í Davíð hann lofar drottin fyrir að verja hann gegn ótímabærum dauðdaga. David está alabando a Dios por haberlo protegido de haber muerto, por ejemplo, joven. Á dimmum stundum þegar ógnir steðjuðu að greip Guð inn í líf hans og bjarga honum. Muchas veces que había oscuridad en su vida, entró Dios y lo rescató. Davíð hafði notið náðar Guðs og forsjónar allt frá æsku. David siempre había tenido esa protección de Dios desde que era joven. Alls konar ógnir höfðu steðjað að, hættur steðjað að Davíð. Muchas veces David había estado en peligro. Þú talaði upp ógnir frá kjafti ljónsins eða hrammar bjarnarins. A veces estaba atacado por leones u osos. Frá sverði Golíats eða frá spjóti Sáls. De la espada del gigante Goliat o de la lanza del rey Saúl. Eða frá herjum Absalons sonar hans. O de los soldados de su hijo Absalón. Eða herfylkingum Filistea. O los soldados de los filisteos. Guð frelsaði hann aftur og aftur bjargaði Guð honum frá gini dauðans. Dios una vez y otra vez lo salvó de la muerte. Og skiljanlega söng hann þakkarsöng, leys þú líf mitt frá gravarpyttinum. Y él cantaba alabanza diciendo que él protegía a David de la muerte. En við erum undir vernd Guðs. Nosotros todos estamos bajo la protección de Dios. Við erum á lífi, hér og nú. Estamos vivos aquí. Það Guð sem gefur okkur líf og vernd. Dios nos da vida y protección. Allt frá barnæsku höfum verið gangandi kraftaverk. Desde que caminamos de niños hemos estado caminando como un milagro. Oft fullkomlega án þess að við gerðum okkur grein fyrir því hefur Guð bjargað. Y muchas veces, aunque no nos hemos dado cuenta, Dios nos ha protegido. Og hefur verndað okkur frá sjúkdómi eða frá slysi. Y también nos ha protegido de enfermedades o de accidentes. Hefur þú staðnæmst til þess að blessa Guð og lofa hann og þakka honum fyrir vernd? ¿Alguna vez has tomado tiempo de alabar a Dios por esa protección que Él ha dado?
ég alveg vissum að mörg okkar, ef ekki öll, getur sagt reynslu sögur hvernig Guð hefur verndað okkur. Estoy seguro que todos aquí adentro podríamos decir historias de cómo nos protegió Dios. Á yfirnáttúrulegan hátt, ég get svo sannarlega sagt margar svoleiðis sögur. Yo podría contar muchas historias de ese tipo. Þegar þú telur upp blessanir þínar á þessari þakkarhátíð, þakkaðu þá Guði fyrir vernd. Cuando estamos agradeciendo a Dios en este día de festejo, vamos a agradecerle por la protección. Og næst langar mér að nefna ást og kærleika. Y el próximo punto es el amor. Hann krýnir þig náð og miskunn. Y te corona de gran amor y misericordia. Hebreska orðið að krýna eða kórona kemur í rauninni grunni orðsins það að umlykja. La palabra hebrea de coronar a algo significa de estar como poniendo algo alrededor de uno. Að umkringja eða fara í kringum. Ir alrededor de uno. Og Davíð hann blessar og lofar Guð fyrir umlykjandi ást. Y David alaba a Dios y lo bendice por este gran amor que va todo alrededor de él. Það málið, að kærleikur Guðs umlykur okkur. De eso se trata, que el amor de Dios esté todo alrededor de nosotros. Í öðrum sálmi, og þetta sálmur 139:4, kannski viltu hafa það, þá stendur: Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. En el Salmo 139, ¿cada capítulo o cada vers? Það 139, fjórðu vers. Fjórði kapli og fjórða vers. Það 139. kapli og fjórða vers. Ja. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Við getum hvergi farið án þess að við mætum kærleika Guðs. No podemos ir a ningún lado sin estar con el amor de Dios. Bóndi hann setti vindhana á hlöðuna sína og málaði á hann: Guð kærleikur. Un ranchero pintó un gallo y lo puso sobre su granjero. Og nágrannans hann hætti svolítið af þessu og sagði: Y puso Dios es amor. Y su vecino se burló de él. Meinarðu með þessu að kærleikur Guðs sé svo ófyrirsjáanlegur og óumbreytanlegur eins og vindurinn? Entonces quieres decir que el amor de Dios es así como el viento que va de allá para acá. Nei, sagði bóndinn. No, dijo el granjero. Þetta þýðir að Guð kærleikur sama úr hvaða átt vindurinn kemur. Eso significa Dios es amor, no importa de dónde viene el viento. Það getur verið blíður blær, það getur verið hörkurok. Puede haber poco viento, puede haber una tormenta. En Guð óumbreytanlegur og kærleikur hans stöðugur eins og náttúruafl. Dios no cambia y su amor es constante como la fuerza de la naturaleza. Þegar þú telur upp blessanir þínar á þessari þakkarhátíð, þakkaðu þá Guði fyrir kærleika hans. Cuando tú estás pensando en las bendiciones que Dios te ha dado, piensa en su amor hacia ti. Svo vantar mig einnig viðbútt. Þannig kemur þau á mettar. Það mettar þig gæðum, það næsta sem að segja. Saturado, él te colma de bienes. Guð uppfyllir þarfir okkar með góðum hlutum. Él nos satura de buenas cosas. Lofum Drottinn fyrir það að hann sér okkur fyrir þörfum okkar. Y él cuida de nuestras necesidades. Guðlaus heimur flækist hingað og þangað en fær aldrei löngunum sínum fullnægt. El mundo sin Dios va de allá para acá, pero nunca recibe sus necesidades llenos. Hvers vegna það? Því að tómið hið innra með okkur mótast af Guði.
porque el vacío dentro de nosotros es formado por Dios. Og eingöngu Guð getur fyllt það rými. Y solamente Dios puede llenar este vacío que está dentro de nosotros. Eins og Ágústín sagði, Como Agustín dijo, þú hefur gert okkur fyrir sjálfan þig tú nos has creado para ti mismo. og hjörtu okkar finna enga hvíld þar til þau finna hvíld í þér. Y nuestros corazones no encuentran paz hasta que encuentren paz en ti. Peningar, völd, frægð metta ekki dýpstu hungur hjartans. Dinero, poder, ser famosos, esto no nos va a llenar este vacío en el corazón. Eingöngu Guð gerir það. Solamente Dios puede hacer eso. Svo þú telur upp blessanir þínar á þessari þakkarhátíð, þakkaðu þá Guði fyrir að hann vill metta þig. Cuando bendecimos a Dios en este festejo, denle gracias por querer saturar todas nuestras necesidades. Metta því sem þú þarft mest á að halda. Y que nos da lo que más necesitamos cada día. Og svo að lokum, Y al final, hann styrkir þig. Él te fortalece, Styrkir þig. te fortalece, Þú yngist upp sem örninn. te vuelves joven como el águila. Vá, við sem erum komin að áttræðisaldur, við þurfum að heyra þetta. Nosotros que ya vamos a dar 80 años necesitamos oír eso. Guð segir við Davíð segir að Guð hafi gefið honum óbifandi, óþreytandi styrk. David dice que Dios le ha dado una fortaleza que no termina. Það geta verið stundir þegar þú finnur að þú getur bara hreinlega ekki haldið áfram. A veces uno puede sentir, ya no puedo más. Og þegar styrkur þinn dvínar, Y cuando ya no tienes fortaleza para seguir adelante. en þá lyftir Drottinn þér á fætur á ný, hann lofar því. Pero el Señor te levanta de regreso de pie. Og þegar þú telur blessanir þínar á þessari þakkarhátíð, Entonces, cuando tú estás pensando en tus bendiciones en este festejo, þakkaðu þá Drottni fyrir það að hann vil styrkja þér og gefa þér nýjan þrótt. dale gracias a Dios que te quiere fortalecer y darte más fuerza. Þessi listi Davíðs alls ekki tæmandi eins og þið sjáu. Esa lista no termina aquí. Þetta voru bara 5 atriði. Solo son 5 cosas que se ha mencionado aquí. Það svo margt annað sem við getum þakka Guði fyrir. Hay tantas cosas más que podemos agradecerle a Dios. Finndu tíma til þakkargjörðar í einrúmi. Encuentra un tiempo a solas donde le agradeces a Dios. Tíma þar sem þú íhugar það sem Guð hefur fyrir því gert. Tiempo donde tú puedes meditar sobre las cosas que Dios ha hecho por ti Og það sem þú skuldar honum. y que tanto le debes. Og blessaðu hann með því að þakka honum. Bendícelo al agradecerle. Það er bæn mín. Esa es Amén. mi oración. Amén. Þakkum Erik alveg kærlega fyrir þetta, þessi góðu orð. Og við endum á sálminu númer 80. Amen.
Blessunarorðið núna. Ég kom að blessunarorðið núna. Við skulum rísa á fætur og taka blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Þá þakka ég fyrir í dag, bara yndisleg stund. Þakka Ester fyrir tónlistina og tæknimönnunum og náttúrulega Erik aftur. Og ert þú með tilkynningu, Kitty?